Komið sæl og verið velkomni með okkur í Hvíta máva. Var hún inni eða var hún ekki inni? Það var spurningin tíma. Gestur okkar í dag kemur austan frá Húsavík, starfar mest í Reykjavík, Valgerður Gunnarsdóttir. Velkomin Valgerður Gunnarsdóttir, alþingismaður. Takk fyrir það. Alþingismaður, alþingiskona. Alþingismaður. Alþingismaður, já. Og ekkert meira með það? Nei. Sumir vilja hafa þetta alþingiskona? Já. Maður samheiti fyrir karl og konu. Já, akkurat. Og þetta bara starfsheiti. Já. Kosningar búnar, undirbúningur, allt í samband við það léttir? Já, það það á sinn hátt. En það taka bara nýja verkefni við. Já. Mjög spennandi. En þú varst ekkert voða sæl þegar þú lendir í 3. sæti? Nei. Á þínum lista? Nei, alls ekki. Já. Ég var það ekki. Nei. Ég var mjög ásátt við það. Já. En það hins vegar hleypir kapp í kinn og gefur manni markmið að stefna að sem að ég setti mér. Varstu óviss það hvort þú kæmist inn? Nei, eiginlega ekki. Og þetta er ekki hrókafullt, heldur bara einhver inni tilfinning sem segir manni stundum ákveðna hluti. Já. Og sem betur fer að þá það eitt af því sem að oft hefur leitt mig í gegnum lífi. Það einhver innri tilfinning og ég í rauninni var alltaf í hjarta mínu vissum að við myndum ná 3 þingmönnum. En það hins vegar kallaði á mikla vinnu og við vorum mjög samhent í því. Já. Hvað gerðirðu þegar þetta var séð að þú lendir í þessu sæti? Hvað þurfti þá að fara að gera? Hringja meira, hitta fólk? Já, það náttúrulega, við erum þarna í þinginu þegar þetta og það gríðarlega mikil vinna og ég sinnti minni vinnu en á sama tíma þá var maður að tala við fólk og hitta fólk og það var verið að undirbúa kosningarnar og við að sameinast það að það þyrfti að vinna vel og það gerðum við svo sannarlega og ég vil bara þakka öllum þeim sem að komu að því að gera þetta mögulegt fyrir þrautseigina og fyrir vinnusemina og fyrir viljan til þess að þetta markmið gæti orðið að veruleika. Já. Það afskaplega ánægilegt og ég öllum endalaust þakklátt fyrir það. Þetta bara eins og ræða eftir lokun á kjördag. Já, einmitt. Ertu pólitísk? Já, mikið? Ég það, já. En af hverju ertu sjálfstæðismaður? Af því að þar liggja, þar sem sagt markmið sem að ég samsami mig með. Já. Og þar í rauninni kraftur einstaklingsins og vilji hans til athafna. Ég hef alltaf verið athafnasöm og alltaf unnið mikið og ég í rauninni hef alltaf treyst mikið á sjálfa mig. Ég alin þannig upp að treysta á sjálfa mig og bera ábyrgð á mér og sjálf og ég mjög þakklát fyrir það uppeldi og það finn ég þarna að maður hefur skilyrði til þess að láta reyna á sig og það lyft undir fólk til góðra verka en á sama tíma þá berum við það sameiginlega ábyrgð. Það engin einn í heiminum. Nei. Það þannig. Já. Hvaðan ertu? Ég frá Dalvík. Ég hélt þú væri frá Húsavík. Nei. Þú frá Dalvík? Já. Alin upp innan þessi fallegu, tignarlegu fjöll. Já. Og bara gríðarlega góður staður að alast upp á. Ég á 4 yngri systkini, pabbi minn var skipstjóri og löngum að heiman. Já. Þannig að mamma var með okkur ein og ég sem elsta dóttir var náttúrulega henni
til aðstoðar Já, lendir svolítið á elsta barninu. Já, það gerir það. Já. Það gerir það. Og kannski ekki síst stelpum. Nei, einmitt. Já. Hverju voru foreldrar eða eru foreldraðinni? Já, móðir mín heitir Ásta Sveinbjörnsdóttir og hún núna búsett á Dalbæ, á Dalvík. Já. Nýfarið þangað inn. Faðir minn hét Gunnar Þór Jóhannsson og var skipstjóri til áratuga yfir 40 ár. Á Dalvík? Já, hann var lengi á Neskustad, hann var á vetrarvertíðum í Grindavík til áratuga, hann var náttúrulega á síld frá Neskustad, síðan síðustu árin var hann með togara frá Dalvík, en lengi var hann hjá útgerð Valtýs Þorsteinssonar og síðar Hreiðars Valtýssonar hérna frá Akureyri. Já. Og með bækistöð á Seyðisfirði. Þangað var ég send mjög ung í vinnu í frystihúsi. Þar var maður á sumrin með börnum og unglingum þeirra sem voru tengdir útgerðinni hjá Hreiðari Valtýsinni. Fór þá fjölskyldan með pappa? Nei. Ekki svoleiðis? Varst þú bara send? Já, og svo bróðir minn sem býr hér á Akureyri, Jóhann. Nei, það? Við vorum send austur að vinna. Já. Mjög, og það nú gaman að segja frá því, að mamma sagði við mig þegar að hann kom fyrst austur, ég var búin að vera þar í 2 sumur, þegar hann kemur austur og hún sagði, þú sér svo til með þvottir með honum. Og ég sagði, hann gerir það bara sjálfur, enda gerði hann það sjálfur. Já. Hann stóð við svona handsnúna vindu og þvoði allt af sér sjálfur. Ég kom ekki nálægt því. Já. En þetta var bara það sem við vorum alveg uppið að bjarga okkur. Hvað gerir sá ágæti maður í dag? Hann nú búinn að gera ýmislegt í gegnum tíðina, var lengi vel skipstjóri og ferðaðist heiminn, var suður í Panama og hann var í Flæmskaheftinum og hann var hér á Íslandi og hann fór til Grænhöfðaeyja og þaðan kom hann með glæsilega konu og þau búa hér á Akureyri. Já. Hann hins vegar mjög heilsutæpur í dag en stendur sig eins og hetja, þannig að hann ekki að vinna eins og utan heimilis. Nei. Hvernig var Dalvík á þessum tíma? Yndisleg. Töluvert minna en í dag. Já. Það búið að byggja mikið þar og í rauninni þá við höfðum gríðarlega mikið frjálsræði og gátum þvælst á milli fjalls og fjöru, segi ég oft. Bara út á mótnana? Bara út á mótnana og mamma heima og svo kom maður og fékk að drekka eða kom heim og þá maður að vísa í sumartíman. Já. En auðvitað meðan að skólinn var þá var það í svona fastari skorðum en þetta var mjög góður staður að alast upp á. Og ég á ekkert nema yndislegar minningar úr uppvextinum. Af hverju býrði þið þá ekki Dalvík þetta? Af því að ég... það örlögin? Já, það örlögin. Af því ég egnaðist mann frá Húsavík og þegar við lukum námi í Háskóla Íslands þá lá leið okkar til Húsavíkur. Já, hann hefur verið sterkari þar? Já, hann var sterkari þar. Hefðir þú verið til í að fara til Dalvíkur? Já, ég hef alveg verið til í það. En ég var líka alveg til í að vera á Húsavík og átti þar mjög góða daga líka. Ég fór að vinna hjá stéttarfélögunum þegar ég kom þá, eða reyndar fyrst hjá sýslumanni. Og svo var ég þar í bæjarstjórninni 12 ár, forseti bæjarstjórnarnir tíma. Já, svona lengi? Já. Þá var ég kvennalistakona. Það varstu kvennalistakona? Þar byrjaði ég í rauninni í pólitík, í kvennalistanum. Já. Þannig var það. En hvar kynntust þið? Já, og hver maðurinn fyrst? Já, maðurinn minn heitir Örlygur Hnefill Jónsson og við kynntumst á Gamlagarði. Þegar við vorum bæði í háskólanum. Hvað varst þú að læra? Ég var að læra íslenskfræði og bókmyndir og hann var að læra lögfræði og við klárum það nám náttúrulega bæði og eignuðumst eitt barn á meðan. Já, dunda við það svona með. Já, bókmyndir. Hefur þetta nýst þér eitthvað? Já, ég kenndi náttúrulega sem bæjarfulltrúi Húsavík þá tók ég þátt í því að stofna þar framhaldsskóla 1987 og fór að kenna þar og kenndi þar í
í 13 ár, íslensku og bókmenntir og reyndar ýmislegt fleira eins og sálfræði og félagsfræði og allt mögulegt og var reynda mjög stolt þegar skólameistarinn þar bað mig að taka stærðfræði áfanga sem ég reyndar setti frá mér sko. En svo 1999 að þá laus skólameistarastað á Laugum og ég sótt hana og var sem sagt skipuð í þá stöðu og þar var ég til 2013 þangað til að ég fer inn á þing. Þar til að fer inn á þing? Já, þannig það. Og það var líka mjög góð tími og skemmtilegur. Á Laugum? Já. Hvernig þetta með þig? Segjum sem svo að þú hefðir ekki komist inn á þing núna. Já. Hefðirðu átt stöðuna vísa? Já, sem embættismaður, sem skólameistarar eru, að þeir hafa sem sagt við eigum rétt á að vera í leyfi frá þessu embætti í alltaf 5 ár og ég náttúrulega skoðaði hugminn vel og ég fann það á þessum síðustu dögum þegar ég var að velta fyrir mig hvað ef að mig langaði til að fara aftur að Laugum. Já. Og það bara eins og að koma heim og þetta var náttúrulega bara mjög skemmtilegur tími og átti sér stað gríðarlega mikil uppbygging, bæði faglega og með alla aðstöðu og þetta var virkilega góður tími og ég fer þaðan eins og allstaðar sátt og glöð og ánægð með að hafa átt þann tíma og hafa fengið að vinna. En ef þú ert í fríi frá þinginu, flýgur til Akureyrar væntanlega og svo kemur Örlygur nær í þig og þið rullið heim á Subaru heim til Húsavíkur. Hugsaðu þá svona til staðarins, hvers skipti sem hún keyrir í gegn? Já. Þú gerir það? Já, ég gerir það. Já. Ég gerir það. Já. Þetta bara dásamlegt, sko. Já. En þú ert á Húsavík. Já. Ertu nógu mikið heima? Eflaust ekki. Nei. En hins vegar þá það að vera í þessu starfi, þingmaður, að þá það náttúrulega mætingaskylda í þinginu. Ekki sýnismanni það nú? Jú, það það. Já, það mætingaskylda í þinginu og þér ber að sinna þeim verkum sem að þar eru. Og ég náttúrulega líka sem einn af varaforstunum með gríðarlega mikla viðveru í þinginu. Já. Og það í sjálfu sér bara mjög gott vegna þess að maður að læra mikið og takast á margt og ég segi fyrir mig að ég náttúrulega fékk að vera í fjárlaganefnd á þessu kjörtímabili. Ég var einn af varaforsetunum, ég var að vinna við alls konar nefndir sem voru tímabundnar og ekki síst eitthvað sem laut að innanlandsfluginu og millilandagáttum. Ég sat í stjórnarskrárnefndinni allan þennan tíma og svo tók ég þátt í Norðurlandaráðsstarfinu sem var mjög náttúrulega gefandi og fræðandi og opnar dyr út í heiminn, eins og maður segir. Já. En þó svo að menn sé ekki alltaf í þingsalnum, þá menn að vinna einhvers staðar annars staðar og með sjónvarpi og að fylgjast með og svo náttúrulega reglulega þessar atkvæðagreiðslur sem menn verða að mæta í. Þegar þú hringir þá inn og allir verða að koma. Já, allir verða að koma. En veistu ekki, ég vorkenni stundum þingmönnum sem í pontu og það nánast enginn í salnum. Tala hann ekki ef einhverjir að flytja jafnvel jómfrúaræðuna sína. Já. Mér finnst þetta vanvirðing við nýjan þingmann. Já, en sko það sem að ég að segja, það að þetta mjög viðamikið starf. Já. Og þú þarft kannski að vera að sinna fleiri en einu verki í einu. En vitið þið þá ekki að nýr þingmaður að fara að flytja sína jómfrúaræðu eða sína fyrstu ræðu? Ég býst við að þeir sem þingflokksmenn viðkomandi viti það. Já. Og auðvitað þeirra skylda líka meiri að fylgja nýliðanum sínum eftir. Já. En svo getur náttúrulega séð þegar að
þú getur séð það sko hvaða mál á dagskrá að morgni dagsins, en þú sérð ekki mælendaskrána. Hverjir það eru sem að taka til mál sem viðkomandi máli fyrir en að málið að koma á dagskrá. Nema að séu einhverjir tilteknir sem að mæla fyrir máli eða það framhald umræðu að þá liggur fyrir mælendaskrá. En ekki, þetta mikið starf að læra þetta alls? Já, það það. Hún sagði við mig í gamla daga Málmfríður Sigurðardóttir. Já, einmitt. En yndislega kona. Já. Hún sagði, Gestur, veistu það, að það tekur man bara sko heilt kjörtímabil að komast inn í þetta. Það þannig. Það bara þannig? Já. Og þetta sagði Róbert Marshall við mig þegar ég byrjaði. Þú skalt gera það grein fyrir að tekur það alveg heilt kjörtímabil að komast inn í þetta. Og þess vegna meðal annars skiptir máli að menn fara ekki allir út eftir fyrsta kjörtímabil. Og þessi mikla endurnýjun sem búin að vera núna undanfarin 3 þing, hún ekki góð. Og það skapar ákveðna upplausn þegar að þannig og það líka þegar að sko menn auðvitað misjafnir í því að fóta sig í nýju starfi, sumir bara hella sér út í það og ekkert að velta hlutunum kannski endilega mikið fyrir sér, takast á hlutin jafnóðum, aðrir vilja stíga varlega til jarðar og vera alveg öruggir á því hvað þeir að gera, áður en þeir fara að beita sér opinberlega. Hins vegar þá náttúrulega í flestum tilfellum kemur fólk inn frekar þroskað þarna og hefur hugmyndir hvernig það vill beita sér og það sá vettvangur sem að Alþingis rásin sýnir ekki. Menn horfa fyrst og fremst á það sem að gerast í þingsalnum. Já, bara beint þar. Og það bara toppurinn á ísjakanum. Já. Maður veltir ég mitt fyrir sér. En hvað var þín jómfrúaræða? Ég man það ekki einu sinni. Manstu það? Nei, ég man það ekki. Varstu ekki einu sinni nervus? Nei, heyrðu, jú, það var þannig sko að mín jómfrúaræða var sem sagt á kvöldi þingsetningar dagsins þegar að ég var sett í það að vera einn af ræðumönnum Sjálfstæðisflokksins þegar að við vorum að hefja þingið sko. Já. Það var þannig. Já. Var það ekki dálítið stór biti svona strax? Nei, það var það ekki. Ég hef á tilfinningu stundum að menn séu hljóti að vera svona kannski pínlítið með hjartslátt þegar þeir fari í pontu oft. Já, hins vegar þá það þannig að ef að þú hefur ástríði fyrir einhverju og hefur samfæringu fyrir því sem þú ert að tala þá það yfirleitt auðveldara heldur en ef þú ert bara sett í að tala eitthvað sko bara til að tala það skilur. Hins vegar það sem að náttúrulega líka menn sjá fyrst og fremst þarna á Alþingisrásinni, það langmest stjórnarandstaðan. Stjórnarandstaðan hefur í rauninni stólinn eða ræðupúltið miklu meira heldur en stjórnarþingmenn, almennt séð. Og það bara eitthvað sem að þannig þing eftir þing sko. Já. Þetta alltaf gaman? Já, það mér. Þetta aldrei leiðinlegt? Annars hefði ég ekki viljað halda áfram. Nei, þú ekki viljað halda áfram. En þannig að þér finnst aldrei leiðinlegt? Jú, auðvitað stundum leiðinlegt. Ég meina, maður svo fjarri því að vera sammála öllu sem sagt þarna og stundum sumt bara sem að ég segi fyrir mig, ég stundum hissa á því sem að fólk lætur út úr sér í ræðstóli. Já. Það bara þannig. Ég það líka. Já. Ég segi það bara hreint út. Já. En svo náttúrulega þó svo að menn takist á þarna í þingsalnum að þá nefndavinnan allt öðruvísi. Menn bara að vinna sína vinnu. Það mikill hluti vinnunar? Já, það það sko. Nefndir sem þá að ræða, það sem að fram hefur komið? Nei, sko, það þannig að öll mál fara inn í nefnd. Það lagt fram
frumvarp eða þingsályktun í þinginu og það einhver sem mælir fyrir því og svo fer það inn í nefnd og lagafrumvarp þurfa 3 umræður, þingsályktanir 2. Og það sem gerist inn í nefndinni, viðkomandi mál fer inn í einhverja tiltekna nefnd, að þar farið kafað ofan í viðkomandi mál og það eru kallaðir til, það eru sendt út erindi til allra sem að menn telja að hafi einhver aðkomu að þessu eða ekki kannski allra en margra. Og svo koma menn fyrir nefndina og rökstyðja sitt mál, senda inn skriflega greinargerðir og þetta þarf alltaf að fara yfir. Síðan fer þetta tiltekna mál inn í þingið aftur til annar umræðu og jafnvel 3. umræðu og í millitíðinni fer þetta alltaf inn í nefndir og bara bætt og bætt og bætt. Já, þannig að menn eru að fara yfir, jafnvel breyta orðalagi, hugmyndum. Já, og taka mark á því sem að kemur utan frá og svo framvegis. Það er mikil vinna í kringum. En þarf að bera breytingarnar þá sem að nefndin vinnur undir þann sem ber upp málið? Já, það er gert það er gert. En oftast nær nú öll þessi vinna til að bæta það sem að já, akkurat. En þetta er vinna eins og annað og þessi nefndavinna fer að öllu jöfnu fram á morgnana og fram að hádegi. Síðan náttúrulega það eru þingflokksfundir 2 í viku og það tekur 2 tíma til dæmis ef ég tek mánudag hjá mér eins og hann var þá byrjaði maður á fjárlaganefndarfundi. Síðan fór ég á forsætisnefndarfund og þaðan á þingflokksfund og þaðan á þingfund sem að stóð til 8 kvöldið. Og þá ertu komin á fyrsta fundin kannski klukkan 8 að morgni? Já, klukkan 9 að morgni. Reyndar mánudagurinn þá, af því að við vorum svo mörg utan að landi þar, mánudagurinn þá var tekið tillit til þess en nefndafundir að byrja 8:30 öllu jöfnu Já, maður náttúrulega heyrir það að þingmenn sem að kallaður til viðtals í útvarpi og þess aftar, þeir eru komnir eldsnemma á fætur. Já. Menn það Þannig að það ekkert verið að dóla fram yfir 9 í rúminu? Nei, elskan mín. Og þú hefur nóg að gera allan sólarhringinn ef þú vilt það Þegar þú kemur heim? Já. Kemurðu með blaðabunka? Já, maður kemur heim og ferðu í þetta? Já, og maður að lesa líka á netinu, Það er náttúrulega, þú kannski ekki alltaf að burðast með blaðabunka, heldur allt sem að fer inn í þingið að það fer inn á netið. Þú getur tekið hvert einasta frumvarp og skoða það á netinu. Leið og það er komið inn sem formlegt skjal inn í þingið að þá getur þú kallað það fram. Og það er náttúrulega mikill munur og allt annað að vera með þessar spjaldtölvur frá borðtölunum eða fartölunum þungu og það er nú eitt af því sem að þegar að þingmenn eru með tölvurnar í þingsal og það er verið að mynda sumir halda að menn séu bara á Facebook eða eitthvað það er ekki svoleiðis, menn eru þetta eru bara gögnin málin og þess aftur inni í tölvunni Við erum alveg að búa með tíman Hefur ekki áhuga neinu öðru? Jú, elskan mín Nefndu það? Ég náttúrulega, nú er ég orðin 5-föld amma og það er dásamlegt það er bara dásamlegt Ég hef alltaf haft áhuga á bókmenntum og ekki síst ljóðum. Já, og ég hef dundað við sjálfa að yrkja, en ég les mikið, bæði skáldsögur og ljóð. Mér finnst gaman að vera út í náttúrunni og bara fara í göngu eða gróðursetja. Mér finnst gaman að elda og borða góðan mat og vera með þeim sem þykir vænt í því, þannig að þetta er eitthvað. Já, þetta er náttúrulega töluvert, en það er eins og þú segir, svo þarf náttúrulega að raða niður tímanum. Já, nákvæmlega. Og það er alltaf að tala að þingmenn eigi mikið sumarfrí?
Já, það er bara ekki þannig, sko. Það er Ég ekki Þú ert búin að hrekja allar þessar grílur sem að hafa verið í gangi. Já, við erum náttúrulega búin að fara inn í sumarþing eða byrja fyrr síðan að ég kom, sko. Já. Þannig að þetta hefur verið svona mestalagi mánuður. Hins vegar þá kemur það, ég er vön því vegna þess að sem skólameistara þá er þetta svona 3 viku mánuður sem maður hefur fyrir sig, Já. en er samt, Svo og þarf það að er fara- sama Já. í þingmennskunni, Já. að maður er alltaf með einhver verkefni. Já. Og ég taldi einu sinni, ganni mínu, hvað það voru margir dagar í lífi mínu sem skólameistari sem að ég þurfti ekki á einhvern hátt að koma að vinnunni minni þegar ég átti að vera í sumarleyfi, og það voru heilu 7 dagar. Þannig var það. Og svo bara er nýtt þing að byrja og Já, hlakkarðu til. já, þetta er mjög skemmtilegt og spennandi. Takk að mynda þér í lokin.